Góðan daginn og velkomin á stundin okkar. Flott stund og alltaf eitthvað að segja í Jesú nafni og okkur verður aldrei orðavant að það sem tölum í Jesú nafni, það held ég ekki. Okkur getur orðið orðavant með ýmislegt annað sem að gengur en ekki þegar Jesú er annars vegar vegna þess að hann lifir í dag. Hann er hér og nú og það sem þú ert, þar er hann líka. Hann er ekki sýnilegur en þegar trúin er komin og heilagur andi er komin að þá skynjar hann svona innra með þér þannig að þú veist af honum. Þannig að það fer ekkert á milli mála hverju kurs þar. En hafir ekki heilagan anda þá auðvitað vefst þetta fyrir þér því að þú er að trúa það að heimurinn er fullur af blekkingu. Blekkingu sér í lagi það að sé enginn Jesú til. Þannig að við skiljum það mjög vel að sá sem að ræður heiminum, Satan, hann er ekkert upptekinn við það að vera að benda fólki á Jesú. Jesú sér sjálfur að kynna sig. Þannig er þetta. Að þessir árar hans og púkar hafa ekkert leyfi til þess að benda á Jesú. Vegna þess að hann gerir það sjálfur og hefur alla burði og allan mátt og megin til að úr því verði og af því verði. Og ég er náttúrulega bara einn vitnisburðurinn af miljónum öðrum vitnisburðum að svona sé þetta því að allt í einu bara vissi ég að það var til Guð. Bara eittur og bingo og þá vissi ég það. Og þessi vitniski hefur aldrei frá mér farið og það var engin maður þannig séð sem var neitt að boða með trú eða, jó, það var nú reyndar þetta ekki alveg rétt, menn það var eins og ég oft sagt frá að þá var kunningi minn að lesa í nokkra viku fyrir mig og uppur orði Guðs, svona alltaf annað vegið. Og það leiddi mig nú á þennan stað sem ég er á í dag og hefur ötull við að segja öðrum frá, vegna þess að það er bara, já, réttur, já, okkar sem trúum að einhver sjáu þetta og svo skylda mín að gera það sem kristins manns, já, skylda. Ég verið að því. Ég er náttúrulega verið að gera það sem Drottinn hefur boðið mér að gera. Ég veit ekki hvað þú sérði það, en þetta er það sem Drottinn hefur boðið mér að gera og ég að sjálfsögðu sinni því. Og ég vil hvetja þig til að sinna því sem Drottinn er að gera fyrir þig og í þínu lífi vegna þess að það ber okkar að gera. Það heitir líka köllun mín. Hún er þessi. Þannig að verkin eru alveg á tæru þau sem að þú átt að gera en fyrir sumir vefst það og það er bara ein ástæði fyrir því að það er einhvern veginn tengja sig aldrei rétt við Jesú. Þeir elska Jesú, þeir vita af honum og viðurkenna og allt saman það. En það þarf að gerast eitthvað meira en þetta til að áfram verði haldið á sömu braut. Og þá kemur vissan það að hann sé til. Og þú ferð að fá til þín alls konar sem þú veist að þú átt að gera. Hvernig veistu það? Sumt bara vitum við. Og þannig gerist það í Jesú. Þú bara veist að þetta er hlutverkið. En þú kannski ert ekki með mikla sjálfsmynd. Öryggið er ekki alveg uppi þar. Og þá ert þú alltaf að láta þetta vefjast fyrir þér. Þér finnst þú ekki verðugur. Sumum finnst það. Af hverju? Að þeir þekki ekki Jesús. Ef þeir þekki Jesús, vita þeir að þeir eru verðugir á hvern annan sem er. Ég er bara maður og þú ert bara maður og Drottinn hefur menn í sína þjónustu sem hann hefur valið sjálfur. Og hvernig veit ég þetta og hvernig veist þú þetta? Að því við erum að lesa orð Guðs. Við munum eftir því þegar Kristur var að byrja í starfinu og hann fer beint að ragleið til fiskimannanna, við munum það. Og þar voru þessi strákar bara að vinna, sína sjóara vinnu í landi og voru eitthvað að sýsla við net og svona eins og sjómenn gera sem eru á fiskveiðum.
þeir eru ofta að sýsla við net og gera það oft borð í bátum sínum eða gerðu það, kannski minna orðið það í dag en þeir gerðu það. Við sáum þetta menn oft borð í bátunum sínum að fixa til troll og bæta troll eða einhvað og þetta sama og Kristur sér þegar hann að fara að velja læri sinna. Það voru bara svipaðar aðstæður uppi og oft var á bryggjörum í gamla daga þegar trollin voru búið að greiða úr trollinu upp á bryggjunni og menn þar að stagi í net. Þetta var það sem að Kristus sá. En þeir voru reyndar ekki á bryggju, þeir voru niður í fjöru, niður við vatnsborð. Og hann sér þarna eitthvað af fólki og hann kallar til þess sumra þeirra, kannski ekki alla og ekki allara. Fylg þú mér og ég mun láta þið menn veiða. Og þeir bara slepptu öllu sem þeir voru með og fylgdu honum. Hver var þessi maður? Þeir líklega hafa skynjað það sama og þegar ég frelsaðist og ég sagði það til Guð, kannski skynjuðu þeir sama og þeir sáu þarna Guð í mannsmynd, þannig séð. Og þeir stóðu upp fullvissir og sumir af þessum mönnum, þeir fylgdu honum bara það sem eftir var, voru alltaf við hlið hans og voru alltaf með honum eins og Pétur, Jóhannes og man ekki hver þriðji var, en þeir voru þarna þrír sem eru sérstaklega getið að hafi fylgt honum fast eftir. Af hverju? Þeir voru vissir. Af hverju gerðu þeir ekki allir sama? Af því við erum oft svo reikulir. Þeir eru fyrir snertingu þegar Drottinn kallaði því að þeir fylgdu þeim allir. Svo þessi ganga. Hún á eftir að segja okkur svo margt það hver við erum í Guði. Og með hvaða hætti við þekkjum þennan ágæta Jesú. Þannig það og þess vegna svo mikilvægt að við séum með þetta allt saman hreinu hvernig við eigum að gera þetta. Og það ekkert neitt annað að ræða það en bara að stíga þessi skref. Ganga með og vera auðvitað viss það verkefni sitt sem að ég veit og tel að menn viti köllunina sína, en ég veit líka að margir að ströggla við þess köllun og það geta verið ýmsar ástæði fyrir því eins og vorum að tala áðan, svona skert sjálfsmynd. Hún erfiður þröskuldur fyrir marga að eiga við og glíma við. En þetta eitthvað sem við verðum samt að vita. Því að köllunin, þegar hún starfar eins og henni ber að starfa, þá býr hún til þessa fullvissu fyrir einstakling hvað hann eigi að gera. Hann verst ekkert í neinu vafa það. Og hann sinnir því, á þess kannski að vita hvað aðrir að sjá. Það ekki nokkulega að reikna það út. En í Guðanna bænum losið ykkur við þá hugsun. Við skulum bara vera upptekið við það að gera það sem Drottinn vill. Það hef ég verið duglegur við og margir sem að þekkja mig geta nú sjálfsagt alveg tekið undir það. Annars veit ég ekkert hvað menn taka undir. Það ekki nokkulega að reikna manneskjút og það veistu jafnvel og ég. En það aukaatriði og það skiptir ekki öllu máli heldur það. Hvernig við erum að vinna verkin okkar í Jesú nafni. Erum við að gera það sem hann bauð? Erum við að gera það sem hann vill að við gerum? Eða erum við bara svona fást við eigin hugdættu hér og þar? Þetta allt í boði. Þetta allt inn í myndinni. Þetta allt sem getur alveg gerst. En þarf ekki að gera vegna þess að við erum vakandi á verðinum. Við erum það sem við segjumst vera í Jesú og erum staðfastir þar. Akkur við segjumst vera það sem við erum í Jesú. Af því það eitthvað inn í okkur sem segir okkur og staðfastir þetta og hrópar þetta fram. Við vitum hvar við erum í Jesú, en það getur samt verið vegna þess að eins og vorum að tala áðan, það er svo oft svo skert sjálfsmyndin okkar að hún að rugla okkur í rýminu, meira en nokkuð annað. Hvernig læknist þú þessu? Við læknust þannig að við bara treystum Jesú, það nú einn. Treystu Jesú.
Ekki sýnist mér það nú vera alltaf. En ég vil treysta Jesú. Ég vil trúa því að það sem hann segir í orði Guð, það sé rétt og satt. En það er líka verið að rugla þarna vegna þess að það er svo mikill hroki í manninum. Svo rosalegu hroki í manninum að hann verður alltaf helst að eiga síðasta orðið í öllir umræðu. Líka hvað varðar lifandi orð Guðs. Þetta er náttúrulega áfellis dómur yfir fólk, en svona er þetta bara. Hvað get ég gert í því? Ekki neitt. Og ég geri reyninginni sem að eiga hann eftir það. En ég vil sjá þetta þeim augum sem Drottinn sýnir mér og þess vegna tala ég eins og ég tala og reyni það sem ég er að reyna vegna þess að ég og Drottinn erum saman í þessu. Það sem ég er, það er hann. Og þú veist að hann talar með þessum hætti. Og akkur ætti maður þó ekki að geta upplifa það og því orð Guðs segir það sjálf. Hann segir, ég mun aldrei sleppa af þér hendinni. Hvað merkir það? Hvað er höndin löng? Ef þú heldur í manneskju, þá myndu alltaf sjá hana. Hún er alltaf það sem þú ert og þú það sem hún er. Það er þetta sem gerist. Þannig að þú getur alveg fundið fyrir Jesú. Það er bara ekkert mál að finna fyrir honum, en þú gerir það ekki nema eiga þennan heilaga anda og gerir það oftar og betur með því að rækta þetta samfélag. Filippus, þú ert búin að vera með mér í allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Við þekkjum þennan ritningastað. Og hvað með þig og mig? Þekki ég Jesú? Já, ég get sagt það, ég þekki hann allvel. Ég get ekki svarað fyrir þig, en þetta eru spurningar sem við þurfum að spyrja okkur að og velta fyrir okkur. Og já, er ég þessi maður sem þekki Jesú? Þarna viljum við ekki blekkja okkur sjálf, þannig að við svörum bara hreinskilnislega og heiðarlega. Kristur, hann spurði hann ákveðna spurningar og af spurninguna ráða þá sá Kristur, Jesú, að þessi einstaklingu var ekkert að þekkja hann rétt. Og þess vegna segir hann þetta, Filippus, ég er búin að vera með þér í allan að tíma og þú þekkir mig ekki enn. Já, fyrir mér væri þetta mikill áfellisdómur að fá slíka yfirlýsingu frá herra mínum. Mér myndi nú ekki líka þannig sérstaklega vel. En hvað ætti ég að gera? Þetta er bara staðan og þetta segir við mig að ég verði að gera svo vel að bæta ráð mitt. Og það er allt í lagi með það, ég bæti þá bara ráð mitt og Kristur mun hjálpa mér við að sjá rétt það sem þarf að sjá. Ég þarf að sjá Jesú í mér sjálfum og vita að trú mín er jafngild hvaða annarri trú sem er. Trú bara er trú. Hún er eitt stórt eða stykki á þessari stærri segja það í mér, í þér. Ég vekk þetta þegar ég frelsaði. Þetta stykki eins og trúin er mæld ef hægt er að mæla hana sem er ekki hægt að reyndar. Ef maður setur upp svona bara mynd sem er kannski skiljanlega mynd hvað sumt er. Þetta er trúin. Hún er bara vistær og þú fékkst hana. Hún er vistær þinn mig og hún er jafnstór þinni trú. En síðan er áhaldum hversu vel við erum að ganga fram í þessu til þess að þetta sem trúin er virkist og skjóti rótum í okkur. Þar er gangan sem kemur með þetta fram. Þess vegna þurfum við að ganga þessa göngu undir afli Jesú. Hann segir okkur alveg hvernig við gerum þetta. Hann segir að við skulum deyja sjálfum okkur. Hvað er að deyja sjálfum sér? Það er til dæmis allir þessum hugmyndum og hugsunum og að gera þetta og gera hitt. Þetta er það sem hann vill að við deyjum og svo bara förum við orð hans og miðum verkin við það hvað þau er að segja. Og það er alveg víst og ljóst með það að þau tala það sem er rétt að gera til vegs og virðingar lifandi Guði. Þetta snýst allt það að vera trúna að vegsend Krist komi fram.
Og ef hann vill þá getur hann alveg upphafið mig, þá bara gerir hann það, en ég ekkert að biðja hann um það. Kann ágætlega við að þetta sé bara svona. Þetta snýst ekkert lengur mig nema að því leyti til að ég stíg fram í verkin. Og það alltaf hvatningin á milli daga að stíga fram í þessi verk. Og hér við erum að stíga fram í verk sem við vitum að Drottinn hefur boðið okkur að gera og við erum að sinna, og þessi þáttur staðfestingin að köllun minni synd. En hvað með köllun þína? Henni synd? Hve oft hefur stigið fram í þinni köllun? Eftir dintan og dandin, eða hvernig það? Þetta eitthvað sem við þurfum að athuga hjá okkur sjálfum, því að ég maðurinn sem hef köllun og ég maðurinn sem getur því spurt mig, ég að sinna minni köllun? Það mikilvægt að við sinnum okkar köllun því að hún mín köllun, hún þín köllun og þú fékkst tækifæri til þess að vinna í Jesú nafni og það þinn heiður í raun og veru að gera. En gerur það? Þú svarar því, ég svara fyrir mig, já, ég hef nú blessunlega reynt að sinna því sem að mér snýr og vaxi í því frekar en dvínað. Og ég bið að það sama gildi þig. Hvað veit ég ekki þú. Þú hefur þitt líf og ég mitt. En við erum sem sagt á græningar með þetta allt saman vegna þess að við vöknum upp inn í þennan dag sem þess að trúuðu manneskjur. Og þessi dagur bætist því við alla hina dagana sem að undan sem allir orðnir allmargir í mínu tilviki, eins og ég oft sagt frá, þá var það 89 sem ég komst til trúar. Og dagarnir telja og dagarnir líða og nú einn dagur í viðbót þar sem að dagarnir, já, bara að tala til mín og Drottinn hefur gefið mér verkefni og ég hef tekið frá þennan dag í viku hverri til að sinna því. Ég hef rækt það, ég hef lagt á mig þá vinnu sem þarf til þess að sinna því og hér ég að segja frá því sem Drottinn vill að við tölum í dag og þú ert að hlusta. Svona virkar þetta. Þetta eru margföldunar áhrifin sem að svona efni getur haft. En hvað eru margir að hlusta? Ég bara hef ekki hugmyndu, það hef aldrei velt í neitt fyrir mér og mér alveg sama. Því að ég bara geri það sem að Drottinn hefur ætlað mér að gera og það sama hjá þér. Þú skalt gera það sem að Drottinn ætlað þér að gera. Þú hefur ekki vald yfir annarri manneskju frekar en ég. En eitt get ég gert og þú með mér, við getum rækt það sem Drottinn hefur lagt fram fyrir okkur. Hann setti okkur köllun sem að vill að við sinnum og vinnum og gerum einhver skil. Ef ég geri það ekki, þá þú vildir það, ég veit að þú vildir það, þá getur þú bara ekkert gert verkin mín vegna þess að Drottinn notar þennan mann til sérstakra verka og þegar hann að nota þig, þá ert þú líka komin í sérverkefni fyrir Jesú sem engin annar raun og veru getur sinnt. Og svona vinnur Drottinn. Hann vinnur með einn og sérhver af sínum mönnum sem hann kallaði, kannski varstu fiskimaður eins og Pétur og margir aðrir og þú varst að sýsla við þitt net og kannski bara stóðst upp frá því og gekkst yfir til Jesú og hefur verið það síðan. En þetta gerðu þeir. Vissu þeir hvað þeir voru að gera? Auðvitað vissu þeir ekkert hvað þeir voru að gera. En það var samt eitthvað fætt fram í þeim sem staðfesti fyrir þeim að þarna væri eitthvað mjög spennandi á ferðinni. Og ég held að þeir hafi síðar alveg komist að raunum það, en þeir sáu náttúrulega allt það sem við hefum séð. Við hefum séð bæði mótbyr og meðbyr og alls konar hrissing í gangi. Þeir gerðu það líka. Og við munum eftir atganginn í kringum Jesú þegar hann var komið að því að krossfesta hann og mikil uppþot og leiti niður í bæ og Pétur var þar og hann afneitaði Kristi 3 sinnum.
En Drottinn hafði áður talað þetta til hans, auðvitað sem aðvörunar orð, og svo þegar hann var búinn að afneita honum í þessi 3 skipti, þá gól hani sem að Drottinn var búinn að segja hann að myndi gera, sem staðfesti auðvitað að það var Kristur sem talaði til hans, þó að Pétur hafi kannski ekki meðtekið það svona, en hann gerir það þarna og fær svo staðfestingu á því þegar fylling heilags anda komin í loftstofunni, og þá rifjast þetta allt saman upp fyrir honum, að þarna var Kristur á ferðinni. Það var bara eins og gerðist hjá mér þegar ég hætti að neyta áfengis og ég vissi aldrei hver það var sem að gerði þetta kraftaverk á mér. Ekki fyrir heldur en að ég eignaðist trúna, og þá sá ég að það var Jesús sem var þarna á ferðinni. Og þetta var bara staðfesta fyrir mér, og ég hef síðan þakkað Jesú fyrir að gera mig edrú. Hafa margir klappað mér á bakið fyrir það? Það er enginn klappað mér á bakið fyrir það, og ég er ekkert að biðja neitt um það. En þetta er mitt líf, og það var betra eftir að ég losnaði við áfengið. Því get ég lofað þér, og ég veit að aðrir sem að þekkja þetta líf gera líka fyrir sig. Við erum að þessu fyrir okkur sjálfa, ekki fyrir aðra, en hins vegar er það rétt að margir aðrir munu njóta góðs af því að þú ert ekki lengur að sulla í þessu áfengi. Það er ekkert gott, þetta áfengi, og þetta er að plaga marga í kringum okkur. Við megum ekki gleyma því að við erum að plaga fullt af fólki í kringum okkur með því sem við erum að gera. Og það ætti nú að vera svona kannski eitthvað til umhugsunar fyrir marga aðra menn að hætta þessu. Ég gat hætt þessu. Ég fekk hjálp með það. Af hverju skyldi hann ekki hjálpa þér alveg svo hann hjálpaði mér? Ég er bara manneskja jafn mikilvæg í augum Jesú eins og þú. Af hverju hjálpar hann ekki þér? Ég veit ekkert um það. Hvernig nú ég að geta svarað þessu? En hann hjálpaði mér, ég get staðfest það. Og kannski staðfest að hafa margir aðeins sannfast að svona var þetta. Því bara einn daginn þá, ég vissi að ég myndi ekki eiga neitt meira við þetta. Og það var sem sagt 1979. Og hér er ég enn. Án áfengis í allan annan tíma og búinn að vera all lengi áratugum saman, í þjónustu hjá Jesú Kristi. Það er nú aldeilis heiður, en ekki? Ef við fáum ekki heiður af mönnum, nema svona stundum, og stundum erum við nú að þreyta hvorn annan við þessir ágætu menn og trúsystkini, en það verður vist alltaf þannig að við erum viðkvæmt fólk. Okkur finnst ekki alltaf allir vera mjög sanngjarnir við okkur, og hvernig í ósköpunum ætlum við nú að losna við þá sögum við allir saman. Ég held við losnum ekkert við hana. Þannig við sjáum að þessi ganga, hún verður áfram, má segja þyrnumstaráð, og við að berjast í bökkum við að gera það sem Drottinn er að tala og vill að við gerum, og við í Jesú nafni stöndum okkar plikt, vegna þess að það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að standa okkar plikt og gera það með þeirri reisn sem við eigum og höfum. Því að reisn höfum við auðvitað. Drottinn gefur okkur sína reisn og vissa reisn og segir okkur hvernig við höldum henni. Við höldum henni í gegnum trúna. Trúin er aflið sem gerir svo margt fyrir okkur sem okkur væri ófært að gera og framkvæma, nema afl trúarinnar komið til, og við erum þetta trúaða fólk. Við megum heldur gleyma því að við eigum þetta til, en við megum heldur ekki gleyma því að við þurfum að virkja þetta. Og hvernig virkjum við þetta? Með því að gera það sem orðið boðar. Það býður okkur að við lesum það, og ég segi, best er að gera það daglega. Það býður okkur að stunda samfélagið okkar sem er rosalega mikilvægt
á trúargöngunni, því að í samfélaginu þar fáum við þessa uppbyggingu og við hittum fólk sem á sama stað og við. Það elskar einkum Jesú, en náttúrulega bara eins og það er. En þetta drottinn í kærleikur og hann kalla fram í okkur líka kærleika sinn, að þá getum við umborið hvort annað í þessari trú. Ef við hefðum ekki trú, þá værum við bara eins og heimurinn sem vinahópurinn splittast í með reglulegum hætti, vegna þess að það er alltaf einhver uppþot í gangi þar sem menn eru, og þar sem vantrúin það er alltaf einhvern uppþot í gangi. Það er að vísu, kannski ekki uppþot í kirkjunni, ég vil nú ekki viðurkenna það, en það geta alls konar klíður samt verið það. En ég held nú reyndar að sjálfna sé nú mjög alvarlegur, en hann getur orðið það, og við veitum alveg fýlupúkan sem hljóp út, og þú ekki séð hann síðan. Þannig þetta allt í staðan. En við erum að læra, og þó að fýlupúkin hlaup út, að þá ekki þar með sagt að hann sé horfinn af vellinum, en þú kannski sér það ekki meira, en hann kannski kemur sér fyrir einhvers staðar annars staðar, því að Drottinn á marga í þessari borg, og í raun og veru eru þessi söfnuðir opnir öllu fólki út í það farið. Þannig að afdrepin eru víða, en svo kannski við þroskustum, og svo þurfum við að taka okkur tæki, og svo þurfum við að stoppa á einhverjum einum stað. Og kannski áratugum seinna erum við þar ennþá, og höfum svo sem margar fjörunar sopið, því að það er ekkert af þessu þannig sé fullkomið. Samfélagið fullkomið, en verður það ekki eftir að þú og ég erum komin þangað. Og þetta samfélagið, þannig að þessi mannlegi breyskleiki, hann mun alltaf vera til staðar og alltaf uppi, en Drottinn samt í kærleika sínum stígur á og hefur stjórn á. Hann kallar fram þennan kærleika sem hann setti mig og þig, og virkjar hann, þannig við verðum til friðs áfram. Þannig helst friðurinn innan safnaðarins, en það samt getur alveg verið spennaðar og alls konar tuð og svona nöldur. Tuð og nöldur eru oft ávísun á eitthvað annað sem við viljum ekki hafa, þannig við erum að burðast með þetta allt. Og að sættir séu þar, ég staðfesti að það svo vegna þess að við eigum Jesú. Við eigum lifandi Jesú sem sér að halda skikki á sínu fólki. Hann sér þetta allt. Hann segir sjálfur, ég mun ekki sleppa þér hendinni. Hann talar þannig við hvert og eitt okkar. Hann alltaf hjá okkur. Ef þú ert með hend á öxl annarra manneski, þá ertu alltaf í námunda við hana. Og þannig Jesús. Og það ástæði fyrir því að hann gerir þetta. Hann veit að hann getur ekki haft þetta með neinum öðrum hætti. Jafnvel þó að við séum fyllt heilugum anda og eigum allt saman sem trúir vill að við eigum. Þá þetta nú samt svona. Hvernig breytum við þessu? Við breytum þessu bara með því að vera staðfastar manneskjur í Jesú nafni. Þannig breytum við þessu. Og það getum við. Og það gerum við að þið sjáum að þetta eina leiðin til þess að við vöxum í trúnni og til að við höldustum í þessari trú. Þá erum við að gera öll þessi verk. Við eigum lifandi Jesú í hjarta okkar, og hann alltaf að tala til okkar. Hann hættir aldrei að tala til okkar, vegna þess að hann getur ekki hætt að tala til okkar, en þá erum við bara rokin út í veður og vind. Við veitum alveg hvernig þetta Þannig að við erum ekki það fólk sem að förum þessa leið með okkur. Þess vegna líka rækjum við samfélagið okkar, við rækjum samfélagið við Krist og gerum það sem Kristi þóknanlegt, af því að við vitum að við þurfum að hafa þetta með þeim hætti og engum öðrum hætti. Þannig að málið nokkuð skýrt. Ef það ekki skýrt, þá það vegna þess að við leggjum ekki á okkur þá vinnu sem þarf
til að fá það bara hreint og tært framan í okkur. En þegar við erum svona hálfvolgið svo oft á tíðum, þá er það svo margt sem er ekki í lagi hjá okkur hvað okkar trú varðar. Hvað gerir þau til að mynda þegar enginn sér þig heima? Hvernig hegðar eru þá þegar engin augu eru á þér? En það eru augu á þér. Drottinn sjálfur sér þig. Eins og Davíð segir, hann veit þegar ég sit og hann veit þegar ég stend og þegar ég ligg. Hann veit allt þig, alltaf. Þetta er sá Drottinn sem að ég þjóna. Ég man alltaf eftir því, ég las þessa grein hann í orði Guðs og hafði ekki lesið hann áður, ég man alltaf því hvað mér fannst þetta merkilegt. Og þetta kveikti í mér þó hugsun að hvað er ég að rembast við að gera eitthvað sem ég má ekki gera. Ekki svo að skilja ég reyndar nú ekki stór maður. En þetta var svona staðfesting fyrir mig sem að gaf mér svona, já, staðfestu og ákveðin í að bara gera það sem Drottinn vill að ég geri. Því hann sér. Og er það ekki hann sem dæmir á endanum? Jú. Ég vil ekki lenda undir dómi Guðs. Ég vil hafa sýknuna bara hreina og tæra. Og ég get fengið hana með því að þjóna Jesú í sannleika. Og það er þess vegna sem við erum að gera þessa þætti. Það er til þess að ég og þú og við þjónum Jesú í sannleika. Við eigum að geta þjónað honum í sannleika og gerum það með því að rækja trúna okkar vel. Og gera þessi verk sem að trúin er að kalla eftir til að við séum þetta fólk sem við segjumst að vera. Ég efast ekkert það að margir sem að tala með þessum hætti séu arflegt fólk. En sumir eru kannski ekki þetta ærlega fólk og það er vegna þess að þeir eru alltaf þetta hálfvolga fólk. Þeir taka ekki afstöðu með Kristi, taka ekki afstöðu hvorki með eða á móti honum, eru svona eitthvað hlutlaust þarna á milli, en Drottinn segir, kallar það hálfvolga og hann segir spýta þeim út munni sér. En við viljum ekki að það gerist. Og Drottinn er að þessu sem hann er að gera til þess að af þessu verði heldur ekki. Hann vill ekki að við förum þessa leið að hann þurfi að spýta okkur út munni sín. Það væri hræðileg lending. En hann talar þetta og hver mörgum hann hefur spýtt út þessu, það hef ég ekki hugmyndum, hann gefur mér engar skýrslur það. En ég ætla nú að vona að menn sjáu nú af sér sem eru á þessu stað. Þess vegna eru að hvetja menn til að rækja trú sína og vita hvernig standa hér og nú. Það er ekki nóg að vita hvað maður stóð fyrir 30 árum. Hvað stendi ég hér og nú? Og það er dagurinn sem sker úr heill, já, og hamingju. Við viljum það. Og við köllum eftir því. Og við þráum það. Og við getum fengið það. En við verðum að gera þessi verk sem að tryggja okkur þar. Gerum við það? Svona þáttur getur alveg verið hvatning í þessa átt. Þess vegna gerum við verkin okkar að við erum ekki bara að þjóna Guði með því, heldur erum við að gera það gagn að þetta er að svona vekja hugsanir hjá mörgu fólki, trúðu fólki sem að tekur sér taki. Þess vegna erum við líka að þessu. Við viljum að fólk taki sér taki. Á þess að við séum með neina beina skipanir til þeirra því að þú getur ekki skipað einum eða neinum. En þú getur aftur á móti lagt inn orð og þú getur lagt inn Guðsorð sem að tala til hjartan. Það er það sem virkar. Það sem tala til hjartan og er í raun og veru eitthvað sem Drottinn sjálfur er að segja. Hann veit alveg hvernig hann á að nálgast bæði mig og þig og hann nota fólk til þess að nálgast mig og þig og tala til mín og þín gegnum sjálfan sig í gegnum þetta fólk. Þannig virkar þetta. Þannig starfar hann á jörðinni. Þess vegna líka kom Kristur til að menn gengu fram í Jesú nafni. Hann er kominn, hann er dáinn, hann er reisinn upp, hann er á himnum og sendi niður heilagan anda og allt sem þarf í þetta verk. Við erum án afsökunar ef við erum ekki að sinna þessu, við erum ekki að rækja þetta en ég viljum neitt með þetta hafa.
við erum án á afsökunar ef við erum talað ekki það að synda áfram. Vá. Ég svo sem veit ekki hvernig menn lifa, en því miður þá held ég að sumir séu það. Og segja samt elska Jesú. Og þegar maður er á þessu stað, þá er maður raun á staðnum sem segir haltu mér, slepptu mér. Og hvað merkir það? Já, skilðu það fyrir mér. Ég veit að sumir eru þar, haltu mér, slepptu mér. Þeir vilja, en vilja ekki. Þetta er þetta hikandi fólk, þetta er þetta ráðvillta fólk sem getur aldrei valið. Þú velur Krist eða þú hafnar honum. Það er ekkert þarna á milli. En við viljum að það sé eitthvað þarna á milli. En það er ekkert þarna á milli nema bara eyða. Og þú ert inn í eyðunni og velur, vill ég vera með Kristi eða ætla ég ekki að vera með honum. Og ég hef þetta bið Guð það að þú veljir á þessu stað að vera áfram með Kristi. En þú þarftu líka að sleppa. Það liggur alveg fyrir. Og mönnum gengur það mjög illa mörgum hverjum og ég er örugglega með það. Ég er oft örugglega gengið illa að sleppa ýmsu. En stundum er það létt verk fyrir mig. Og það geti verið kannski þyngsta verkið af öllum verkum sem mér fannst leikandi létt að sleppa. Af því við erum ekki sömu manneskjurnar. Við erum ekki með sömu væntingarnar og okkur kærara þetta en hitt. Þannig erum við og þetta er það að vera manneskja, að við erum þetta. En Drottinn er sami og hann vill segja mér að ég verði að lúta honum, þjóna sér og vera undir afli sínu, því að mér gefið það að vera undir afli lifandi Guðs og sinni því og kölluð mín er þessi að gera þessa þætti og vera já, ég er nú líka í þjónustu í kirkjunni svona, já, eins og þarf en þetta er svona eitthvað bara verkefni sem Drottinn fékk mér upp í hendur og hann vill að ég geri þetta með þessum hætti sem ég hef verið að gera það. Það hafa aldrei neinir aðrir komið neitt að þessu og af því að Drottinn bara vill að þetta sé svona, við hefum ekki bara leyfa honum að hafa þetta eins og hann vill sjálfur. Því að ef við leyfum honum það, þá er alltaf gagn af því sem hann vill að sé af verkinu. Og það er líka gott, mjög gott. En hérna, ég veit ekki hvað klukkan er. Þessi hérna er fallega svartur skjár, hún er batteríslaus. Ég gleymdi að hlaða hana. Þannig ég veit ekki hvað ég er búin að tala lengi. Ég er ekki með úr, enginn gengum úr í dag og ég hef nú reynt að geta haft síman hérna hjá mér en hann gleymdi því nú, ég átti bara von á þessu og þetta var bara lagi sem það ekki var en ég ekki segja þetta bara gott í dag og við höldum þessu góða verki Drottins áfram og verðum með réttan tíma á því næst en við kveðjum.